Herðu, það merkelsreifingin, kjarasamningar, deilan, samningar starfsgreinasambandsins sem að þú skrifar ekki undir, Hörður Guðbrandsson, formaður verkalýðsfélagsins í Grindavík. Nei, ég skrifa ekki undir. Ástæðan var sú að ég vildi skoða þetta betur með mínu fólki í trúnaðarráði og var ekki með neitt í höndunum á laugardaginn til þess að sýna þeim. Þannig að ég vildi boða fund á sunnudegi með þeim með öll gögn og bara fara yfir málið og sagði formanni starfsgreinasambandsins ég hefði líka efasemdir suma þætti þarna. Það væri ekki alveg nógu sterkur samningur. Hvað sagði þitt fólk? Heyrðu, þau voru bara sammála mér að það vantar inn í hennar samning. Aðgerðir bæði frá stjórnvöldum, eitthvað til að fanga viðkvæmustu hópana í landinu. Eitthvað sem hönd og festir? Eitthvað sem hönd og festir, eitthvað raunverulegt loforð? Já, einhver loforð sem að hönd og festir undirskrifuð, þó við séum brenda því að það hefði ekki verið staðvinari allt sem var undirskrifað síðast, þá kom samt töluvert. Það kom skattabreytingar, það kom lengingu fæðingarorlof og ýmislegt gott þar og vextir voru keyrðir niður á ákveðinn tíma, það voru verið keyrðir upp aftur. Þannig sá samningur, lífskjarasamningurinn var hugsaður þannig að þetta væri verið að taka á öllum þáttum þjóðlífsins, ekki bara krónur og aurar sem að væri svo tekið kannski með hinni hendina eins og var gert í gamla daga, það var bara að hækka kaupi og svo gengisfelling daginn eftir og kaupækkunni farin sko. Þannig að þetta gallinn á þessum samningi. Og það var þannig að þrátt fyrir hækkanir að þá jókst verðbólgan ekki fyrir en miklu seinna, hún byrjar að vaksa fyrir svona 15 mánuðum eða svo. Já, og þessi samningur auðvitað var mjög góður á mínum mati og ég mati hann það strax við undirskrift. Einmitt út af því hvað hann var svona víðtækur og þetta sannaði til dæmis það að lágir vestur og Íslandi setja ekki landi á hliðina. Það gekk upp, lífeyrissjóðirnir skiluðu bara fínni aðkomu þó að vextir væri lágir og fólk hefði svona skamlausa vexti í íbúðarkaup og annað skilur. Það hækkaði íbúðaverð? Já, ég segi nú að það sé að hluta til Seðlabankar að kenna og stjórnvöldum. Það hafi ekki komið framboð á móti? Já, bæði framboð og líka bara leyfi ekki markanum að braska með þetta. Þú veist að mjög mikið af íbúðum sem fara bara gegnum einhverja mjög fjársterk aðalega sem að svo leggja á 1,2-3-4 milljónur hverju íbúð skilur. Já, og margir sem að kaupa til að leigja. Og síðan það... Þeir sem að reyna að kaupa fyrir sig, fyrstu kaupendur í samkeppni við þá, sem ætla að kaupa til að leigja. Algjörlega. Þetta stjórnvöldin. Og síðan verðbólgan. Við töldum að það verði að koma einhver áætlun það að allir hjálpist að keyra niður verðbólguna. Við vitum alveg að þetta verðbólguskot sem vonandi verður stutt, að það hefur orðið þess valdandi að fólk að borga 20.000 meira af lánum af íbúðarkaupum og sama af húsaleigu. Það hefur hækkað verulega mikið húsaleiga mjög víða. Og þessi hækkun sem í þessum SGS-samningi, hún bara farin ef að þetta færi að halda áfram bara óbreytt og án eitthvað, hvað ég segja, hvaða. Hvað er það að gera? Hvað er þetta að gera? Það er náttúrulega alls konar útfærslu til sko. Ein svo að samningurinn bara opnist ef verðbólga fyrir yfir einhver ákveðin mörk skilur 6%, 6,5% til dæmis. Það getur verið ein leið. Það hafi verið hugmynd sem að iðnaðarmenn og VR hafi verið að kasta? Ég heyrði þetta það, sko, þess vegna tók ég nú þetta upp, þetta dæmi. En við höfum náttúrulega séð, sko, verkalýðsforingjar hafa verið að gagnrýna verslunina og olíufélögin og svona að taka ekki þátt í því að reyna... Sveitarfélögin? Þau dælu út Já, sveitarfélögin og nefndi það bara. Bankarnir. En sko þau hefur ekki rétt litla putta. Olíufélögin hafa aukið álagninguna. Verslunin þráttur að hafa aldrei skilað eins miklum afgangi. Hún hefur ekki tekið þátt í því að dempa niður verðið. Og bankarnir náttúrulega aldrei grætt eins svakalega eins og núna og þau eru ekki að gera neitt. Nefn að reka fólk inn í verðtrygginguna. Hvernig er hægt að ná utan á þetta í samningum? Að það sé bara ef að verðbólga fer yfir 6%,
það er eitt, Já. en það er ekki þetta að setja ykkur kvöð á hækkun á mat eða dagvöru eða bensíni eða... Nei, en þá held ég að það kæmi svona hvati til þess að hérna, allir leiðust á að reyna að halda verðbólganu undir þessu marki sem sett allavega. En 6% er hér, nú er verðbólgan 9,3. Já, en Seðlabanki spáði hvað, 5,1? Jú, en svo spá er fallin, sko. Já, Þannig að já. í þeirri spá var gert ráð fyrir að það væri 7,7% á þessu ári. Já. En hún er á 9,3% í árslok, þannig að við erum að fara ansi hátt inn í næsta ár, þannig að ég held að það sé mjög ólíklegt að verðbólgan verði sko 5,6. Já, ég er alveg samanlegur, en ég heyri svo sem fleiri hagfræðingar halda þessu fram að hún muni keyrist mjög hratt niður, en ég hef bara mjög miklar efasemdir það og alls ekki á þess að reyna að höndla eitthvað með það, skilur. Bara alls ekki. Já. En ef að verðbólgan yrði 5,6% á næsta ári, eins og við býstu þessu forsendur á baku þennan samning, þess að gert ráð fyrir því að þessi byggður á sama grunni og fjárlögin og bara þjóðhagsspá Hagstofunnar. Krónutölunar sem eru þarna, væri þær ásættanlegar? Ef að ríki kemur með eitthvað á móti, eða væri eitthvað trygging fyrir að verkafólk sætti ekki eitt í súpunni eða verðbólgan myndi ekki hérna, væri þá að sætta sig við þessa krónutölur? Það er mjög nálægt því. Þetta er reyndar 0 samningur í rauninni að meðaltali. En 5 ára... Fyrir byrjendur og það sem er búin að vera 1 ár. Já, þeir myndu væntanlega aðeins verða fyrir einhverjum smá kaupmáttarrýrnun í lok árs, miðað við að þetta stæði, skilur sem ég hef nú enga trú á. Og þeir sem eru á 5 ára samning hefðu einhver kaupmáttaraukningu. Það er tvennt í þessum samningi sem er mjög gott. Það er að samningu tekur við á samningi og svo hins vegar 5 ára takstæðin hækka þokkalega vel. Þannig að ég hef trúið því að það muni skila fólki á endanum. Heldur að það sé misjaft á milli félaga hversu þungt það vegur? Verða þannig að út á landi, þú ert svo næstu út á landi, ég veit ekki Við teljum okkur landsbyggð. Já. Já. Ég held að væri komið svona að vera í Reykjavík og svo Kræin og svo væri annar Kræi komin sem að... Við teljum okkur alltaf landsbyggð. Já. Er það þannig að út á landi að þá er það fleiri hlutastlega sem eru lengi og sama atvinnurekanda, en þess að það eru til dæmis að fá stór fyrirtæki á hverjum stað? Já, ég er sannfærður að það er þannig og ég veit eins og hjá mér þá eru tölvöld margir í fiskvinnslunni til dæmis og fiskvinnslan spila náttúrulega stóra röll í mínu félagi sem er á 5 ára samning. Þannig að það getur verið góður samningur ykkur. Já, hann getur... En lagari, ef þú verður að horfa á samsetninguna hjá Eflingu? Já, það er mjög ólíkt. Ég myndi telja, þetta sé alveg rétt matjaðar. 5 ára samningu myndi gefa landsbyggðarfélagunum mikið meira heldur en Eflingu til dæmis, eða Hlíf. Þannig að Efling þarf eiginlega að fá einhverja lagfæringu á móti eða eitthvað öðruvísi. Efling hefði ekki kosið að hafa þetta svona? Nei, ég skil alveg rökum hjá Sólveig með það að þetta hendi henni ekki eins vel eins og landsbyggðarfélagum. Ég skil það bara mjög vel. Er það en ástand í hreyfingunni? Nú ert þú þú búið að vera svona, veit ekki hvað að kalla þessar fylkingar. Ég kalla þetta Róttaku. Og ASI. Þú varst í þeim hópi. Róttaku. Já, með Sólveigu og Villa og Ragnari. Já. Og Kúta Aðalsteini á nú er þetta lið splundrað, nú er Villi þarna og mér þykir það bara Aðalsteinn svona einhvern veginn með honum, hann kom nú ekki suður, ég veit ekki hvað þetta er að lesa í það, en hann skrifaði undir. Þú skrifaði ekki undir. Nei. Ragnar lappaði út úr karpúsinu og Sólveig var eða ekki með. En Villi held áfram. Sólveig hefur náttúrulega verið með sína samninga á öðrum stað og ekki búin að vísa til sátta sem ennþá. Ragnar horfði á þennan samning verða til eins og hann var í síðustu viku og síðan hefur lítið breyst 20 skallin er orðið á 22 skallin en hann gekk í burt og fannst þetta ekki nóg. Nei, ég skil það. Af hverju er liðið svona sundrað? Já, mér þykir bara mjög miður ég hefði viljað að menn stæðu betur saman til þess að ég mitt að ná taki á stjórnvöldum og samtökum atvinnulífsins með einhverjar hömlur á verðlagið því að þetta gerir ekkit annað en að skemmta skrattanum og SA að vera svona í sikkur áttina og mér þykir bara mjög miður því miður bara hafa menn ekki
En af hverju er þetta svona? Ég veit ekki, sko, ég skil heldur ekki akkur Vilhjálmur lá svona mikið á að klára þetta. Það var ekki hægt að bíða í 2 daga einu sinni, þú veist, það þurfti bara að skrifa undir með nokkra tíma fyrirvara á laugardegi. Akkur var ekki gefið smá séns á að fleiri kláruðu og menn næðu, þú veist, svona breiðari stöðu, sko. Já. Þannig ég átti mikið á því. Það hefði verið möguleiki að til þess að ná iðnaðarmönnunum og affer inn aftur, að þá hefði það verið hægt að fá einhverja hækkun út af það. Já, ég trúi því að það hefði verið hægt og sé ég bara ekki þörfin á því að keyra þetta svona hratt áfram akkurum en svona við ekki aðeins og sáu hvort að fleiri getur verið með. Mér skilst að stjórnvöld sé ekki til viðræðum nema að sé allan 2 sambönd sem að semji. Já. Og verslunarmenn eða iðnaðarmennirnir náttúrulega ekki í samband, þeir eru svona... Já, ég skil það nú þannig samt að ef annarkvort þeirra kemur þá væri það nóg til að klára að sleppa út þessum barnabótum og húsnæðisstuðningi. Já, og náttúrulega við vitum að heilbrigðiskerfið er allt í rúst, allt í kringum landið og það brennur mjög mikið bæði á landsbyggðinu og á höfuðborgarsvæðinu. Var það til umræðu í þessum samningum? Nú veit ég bara ekki hvað hefur farið fram í stjórnarráðinu. Ég hef ekki mikla fréttir af þessum fundum með Katrínu annað en það bara hún hafi lýst yfir velvilja til að koma með einhvern pakka og leysa málin ef að menn myndu semja. En nú liggur á einu að í síðustu samningum sem að þá komu stjórnvöld með skattabreytingar og bjuggu til 3. þrepið. Já. Að núna kemur í verðbólgu koma hækkanir neðst og þá er náttúrulega feiknarlega mikilvægt að persónuafsláttur í fylgi og líka mörkin á lægra þrepinu. Já, það er bara gríðarlega mikilvægt og ég held að það hlýti að vera fyrir láglaunafólki alveg bara aðalkrafan. Það er ákvörðum sem það er bara að taka núna því að þetta verður núna bara mánaðamótin. Algjörlega og ég held að við höfum ekkert langa tíma. Ég held að ef menn ætla að ganga frá stuttum samningi þá þurfi það bara að gerast í þessar og næstu viku. Annars eru menn bara búin að missa af því þeirri lest. Það tækifæri bara farið og þá eru menn farin að tala 3 ára samninga eitthvað allt annað Að mínu mati. Hvað þýðir það? Ég var nú að gíska á það þegar ég var að tala um Maríu að 3 ára samningu gæti verið þannig að þessi samningur gæti verið fyrsti áfangi af 3 ára samningi. Er það möguleiki? Já, það væri möguleiki fyrir Grindavík, ég veit ekki með hérna. Nei, það væri ávinningur í því að þá ertu raunverulega að ná liðinu saman aftur. Já, þú veist, við getum alveg skrifað upp á það, en ég efast Efling geti að því að ég held að sé lítið í þessum pakka fyrir þau, skilur. Hann hefur verið aðlaður að landsbyggðinni. Skýnarlega kannski. Já, þú veist, ég veit ekki hvort að það var meðvitað eða ekki, En allavega kemur það virkar þannig þegar þetta er komið, Og kannski Keflavík sem er kannski með svipaða samsetningu á fólki eins og Efling. Já, ég myndi með það. Það getur verið svipað þar. En þú skrifar ekki undir. Þú hefði getað skrifað undir og borðið undir félagið. Já. Það meir það til dæmu það að formennin mæli ekkert sérstaklega með samningnum og svo er það bara feldur. Já, ég hefði alveg viljað eiga kost á því en mér bara því var hafnað að ég fengi að ræða þetta með mínu fólki. Ég var ekkert alveg viss með þeirra afstöðu. Ef ég bara skrifaði ekki undir þá var ég ekki aðilega þessu samkomulagi og það bara Vilhjálmur sagði mér það alveg skýrt. Annarkvort skrifaði ég undir og væri aðilega þessu samkomulagi og bæri þetta undir félagssjóð eða ég væri bara ekkert inn á þessum pakka og það væri ekkert í boði að skrifa undir. Ég hefði viljað eiga möguleikann á því ef að trúnaðarráðið hefði viljað samþykkja hennar pakka að geta skrifað þá undir í dag eftir að vera búin að fara vel yfir þetta með. Heldur þú fengið það ekki eða? Heldur þú fengið það ekki? Að skrifa undir? Já. Nei, þessi samningur allan var ekki í boði, ég fengi skrifa undir, hann er farin. Þessi lest er bara farin. En hvað verður þá með ykkur í Grindavík? Já, bara eftir að koma ljós. En trúnaðarráðið samþykkti náttúrulega ekki að mér var falið bara að leita samstarfs við Eflingu, AFR og iðnaðarmenn. Ég var nú kallað heim umboð í dag og svo þarf ég bara að heyri að forystumanni þessara félaga og það er bara næsta skref. Nú finnst manni að iðnaðarmenn og VFR gætu átt saman
af því að ég veit að krafan innan úr VFR var prófstækkun að þessu sinni. Það er eins og svona millitekju fólkið vilji svona fá eitthvað það sem að láglaunafólki fekk meira út úr lífskjarasamningnum. Þannig að sumuleyti er það eðlilegt með að við svona, ef að þetta er réttur lestur á vilja félagsmanna, að VFR sé þeim megin. Já, ég skil þetta alveg. Já, en Efling á ekki heima í því. Það er svolítið annað svið þar. Já. Þannig það er að vera, ef að þetta ætti að vera, ef þau ætla að nota sko sameiginlegt afl sitt, þá er þetta að vera einhvern veginn svona mjög, það er að finna sko strúktúrinn á samningnum. Já, ég sé svo sem ekki, og því ég á náttúrulega eftir að tala líka við þetta fólk, ég veit ekki alveg hvað það er statt. Það er í Kastljósi, Sólveig er í Kastljósi. Já, ég er náttúrulega ekki búin að horfa á það, en ég horfa á það þegar ég kem heim. Það var en það getur bara starta við. Ég kannski horfa á það þar líka. En hérna, ég á bara eftir að heyri í þessu fólki hvernig staðan er og hvað möguleika fólk sér. Það er bara mitt verkefni, bara strax á morgun. En hvað er þetta mikilvægt þetta með að fara í karphúsið, sækja þær launahækkanir sem er í boði og fara með til fólksins eins og Vilhjálmur lýsir þessu? Er þetta vond staða fyrir þig að nú eru allir að fara að fá hækkanir nema fólkið í Grindavík? Já, það gæti verið það. Já, þú veist, það er ákveðin hópur sem maður myndi fá ágætlega út úr þessu. En ég meina, það var einróma samþykkt að fara þessa leið eins og ég svo sem lagði til að við myndum reyna að laga hennar samning þannig að hann væri betri, það væri ekki, kem ekki kaupækkun með hægri hendurinn sem væri tekið með vinstri. Menn eru bara mjög hræddir um það. Og við erum öll sammála um það. Það er engin hætt á því að þú fáir ekki það sem er í samningnum. Það verður svo bara komið ljós. En yfirleitt er það ekki þannig það. Að sá sem að kemur seinna, hann fái ekki það sem að... Ég bara átta mig ekki á því, ég þarf að heyri þeim, en allavega ég er nú alveg klár á því að ég er þá með samstarfsflöt bæði hjá Eflingu og VFR. Ég á eftir að heyra iðnaðarmönnum með það. Það sem að Sólveig leggur áherslu á og ekki síður Ragnar er að þessi góðari í fyrirtækjunum. Gríðarlegur hagnaður, fiskverð 25% herra enn í fyrra, álverð 60% herra, aldrei fleiri ferðamenn, aldrei fleiri gistinætur, aldrei meiri hagnaður fyrirtækja. Árið í fyrra var metár, milliuppgjörinn í ár sína fram á að þetta ár verður líka betra, 30% meiri hagnaður í kauphallinni, aldrei færri gjaldþrot. Ertu á því að ég heyrði Stefán Ólafsson, hann sagði þetta einhvern veginn þannig að þegar þessi staða er og launafólk sækir ekki fram kröfur sínar í þessu árferði, þá er það eiginlega samþykkja það að fyrirtækjaeigandi sé að stækka sína sneið. Já, ég er bara sammála því. Það er alveg bullandi góðir, það er bara alla tölur sem sýna það og bara sjaldan verið annað eins. Og ég veit ekki, ég hef svo sem alveg verið með efasemdir svona stuttan samning. Núna, akkur við fórum ekki bara þá leið að sækja í löngum samningi almennilegar kjarabætur. Svipað var gert í lífskjarasamningnum sem virkaði rosalega vel. Með hagvaxtarauka. Já, og hafa hagvaxtaraukan inni, Það er náttúrulega, hann á að vera þar. Þannig að þegar fyrirtækin skili góðum hagnaði þá komi eitthvað til fólksins sjálfkrafa. Þetta kemur í ljós bara á næstu dögum. Vonandi. Já, kannski verður þú komin inn í karphúsið bara í vikulok. Ég ætla rétt að vona það. Við höfum ekki langa tíma. Ef við ætla að reyna að leysa þetta svona, þá höfum við bara þessa viku og næstu til að klára það, af mínum mati. Takk fyrir að renna í bæinn og spjalla við okkur hérna við Rauðaborðið.